En þú veist, með Bigfoot það til svo marga sögur, þú veist, það til þessi klassíski í Bandaríkjunum svo til einn í Kanada, þetta einn í Ástralíu þetta til einn í Indlandi, heitir allt eitthvað sikkort, en allt svona loði stórt kannski hann bara með vegabréf Það enginn með opinn drykk til þess að Erum við live? taka hefðbundna Nei, við gátum ekki beðið, við ákvæmum að byrja bara Nei, með opinn drykk, það er allir með opinn Bíddu. Wood Wow Ok, velkomin í þáttinn hey! Skálstrákar Skál eins og þið heyrið, við erum með gesti hérna með okkur í dag við erum með Davíð og Þröst sem voru með okkur í trúmálum hérna einu sinni Við fengum svo skemmtileg viðbröf Já, þátturinn sló í gegn Já. Það var enginn með sömu skoðun en allir reiðin einhvern veginn Nei, þú varst reiður Ég var brjálaður Þú varst mjög reiður Ég var brjálaður Og þessi þáttur erum við að fara að tala um The Supernatural Yfirnáttúrulega Þetta umræðan kom af seinasta þætti þegar við vorum að tala um álfa og þú var svona reiður og sálir Já, sálir og allt þetta sko og drauga og svona og Ég er að byrja að vera reiður strax sko. Hvað meinaru? Og ég með reyndar eina litla, pingu litla sögu Hérna, ég er í vinnunni og ég er svona, búin að heyra einhver hljóð í vinnunni og ég er einn að vinna og ég er alveg, ég er einn, koma að byrja hérna og ég er eitthvað að vinna og hvað sko og lít svona smá niður hliðin á mér og sé þarna löpp ég öskra eins hátt að ég get hoppa til hliðar lít, þá var þetta leðurbútur ég var sannfærður að það var einhver annar hliðin Þú náttúrulega heldur að vinnustæðin sé haunted sko. Hann er fucking haunted sko okay. No joke Hann er Já, þú veist, ok, bara hendum okkur bara beint í þetta Ok Draugar, trúið á það Nei Já Nei Ok, 50-50 Þetta er skemmtilegt Davíð, þetta sitja hérna við hliðin á mér sko Nei Nei Ég held að þetta sé góða koktel svona sko Já Hætt að vera sammála þeim í öllu Við erum saman í liði hérna. Ég er sammála þér að þeir eru greinilega ekki til Vertu þá sammála mér þú ert að sitja hérna megin okay. En Þröstur, okkur heldur þú að þeir eru til? Ég hef fundið fyrir nærveru Já, sama hér Það heitir gegnumtrækur og maður hefur tekið eftir ýmsu sem hefur ekki verið alveg útskýranlegt og nú vinn ég við það að byggja hús Já, akkurat það getur verið það en það er rosa margt sem út af því ég vinn sem húsasmiður þá veit ég hvaða hljóð eru í húsinu og næja greina þau eða brestur í þaki eða eitthvað drasli gegnum glugga eða eitthvað whatever og ég var að vinna hjá IKEA hérna, eftir hrunnið og það var mjög athyglisvert að þegar maður var að vinna þar á næturnar sem vaktmaður þá voru ótrúlega mörg skrítin hljóð í þessu helvítishúsi í Garðabæn, það var komið í Garðabæn það var komið í Garðabæn Ég er með eldursinningu frá IKEA það brakar hérna á nóttinni sko Já, ég er að segja það en það er ekki draugur Nei, bara viður Ég er að segja það sko maður heyri hljóðið og maður reynir að finna út hvaðan hljóð kemur og það er bara sum hljóð sem ég hef ekki náð að staðsetja eða ákveðnar hreyfingar Ok, þegar ég var yngri þá var ég í pössun hjá frendum minna frængu og ég var ég held að ég var 6 ára eða eitthvað og ég var á svona á hliðinni lá og þið vitið þegar einhver horfir á okkur maður finnur það sé bara einhver þarna inn í herbygginu það er ekki hægt ef þú væri á hliðinni og einhver væri hliðin á rúminu þú myndir skynja það
Heitir þetta ekki bara að vera með sex og vöku eða? Nei. Kannski ertu bara með vindgang. Já. Allana. Þetta ákveðin nærvera, sko. Já, allana. Aldrei fundið fyrir því, sorry. Ég sný mig við og það vera. Veist, það bara, einhver hana. Og ég var svo hræddur, byrjaði að hlaupa og veran kemur á eftir mér. Og þetta var alveg spooky shit. Alveg fyrir að hlæja. Herru, ekki nóg með það. Leið og ég segi þetta við, frændur minn og frænkum. Herru, þá var frænka mér búin að vera að heyra á næturnar á neðri hæðinni, fólk vera að tala saman og með hnífapurinn í gangi. Explain that shit. Langar svo að segja þetta nýtt ekki. Já, ég segði það. Ég þarf að klippa það út. Nei. Var þetta ekki bara kvöld það sem þú rétt slast frá frændaðir með það? Oh my god. Sorry. Þetta var bara gott til að fara sko. Verður svo að mér þetta ekki í hug. Sástu við hún eldi Oh þig. my god. Hætti hún elda að þú hitti frænguðina? Sorry. Og það kom halló. Oh my lord. You laid it on the table. Ég var að taka þetta. Við erum valla byrjaðir, sko. Það komið dólkur í dag. Oh my lord. Ok, stoppum hérna við klippið út. Stopp. Ok. En explain that ef þið trúið ekki neitt. Sko, það sem staðið sagði fyrst, millist svefs og vöku, greinilega að dreyma, sko. Ok, önnu draugasaga. Ha? Saga. Ákveðin. Ertu bara alltaf að lenda í einhverju? Já. Upp í vinnu hjá mér. Halló? Kom inn. Kom inn. Gáðu hvort að segja ykkur þetta. Halló? Nei, ok. Það er draugagangur. Gáðu hvort að segja ykkur hurðina. Fucking hell, þetta var fyndið. Nei, það er draugagangur. Þetta er gæðin í næsta bíli. Nei, þetta er ekki hérna megin, þetta er það. Þarna megin. Ok. Já, þú lendir í öðru draugatviki upp í vinnu. Já, ok. Við vorum að tala um þetta off camera senast. Off air, sem að þegar ég var að tala við einn í vinnunni hjá mér, við vorum að tala saman og við sjáum verur labba inn í búð. Hvernig veru? Það var utan á okkur og hann bendir, hann einhver kunni komin, ég hefði hleyp, engin. Það er ekki bara eitthvað að lappa fram í búðinni, stóru gluggar hana? Nei, ekki þarna í þessu, það er engin gluggar hana. Við horfðum á einhvern labba og eftir það og voru ég að tala við hann og þá flýgur járnbútur, rör út úr hillu, ekki rúllandi heldur front flýgur í áttina mér og ég ekki bara, hvernig getur þetta gerst? Explain that shit Hallar hillan? Nei, Var jarðskjálfti? nei. Vindkviða? Ef rörið er svona ég er með penna hérna þá fór þetta svona út Ég áttum að það rúlaði ekki til þér, held að fór það bara með endan út. Já. Ég áttum að því, sko. og út úr hillinni ég áttina að okkur Ég bara illa sett upp í hillu. Sko, við rættum þetta mitt síðast. Já. Sko, það fyrsta sem þið eru að sjóða stál og eitthvað. Já. Sko, það sem þú sást, greinilega bara gasleiki í gangi. Þannig að þið eru bara hægis að kæt og vitið ekki hvað það er. ok, nó með draugasögur ein spurning þið allir hafi séð hérna Ghostbusters Já, Já. elska myndirnar. já, Ekki konu. Horfðu á nýjustu bara um daginn, sko. já ok, gamla myndin myndi halda að þetta væri framhjald ef það myndi vera draugur sem myndi fara down on you eins og í myndinni væri það framhjald ef draugar eru til Hvað ert að tala um? mannst í myndinni Já. þegar hún Sigourney Weaver. Já. Nei, það kom draugur á Dan Aykroyd þegar hann var sofandi hann var sofandi
í slökkustöðinni og hún Já, tekur niður buxurnar og byrjar þetta er klárlega nauðgun af því að hann var sofandi, eða ekki? hann vaknaði, Hann hann vaknaði. sagði ekki stopp nei, hann brosti og Ok, hall ís, ég ætla ekki að fara að tjá mig meir og sagði ekki stopp. En hvernig var hann klæddur samt? Já. Nei, ok, við skulum ekki vera hann var í Já. nærfötum svo skal var ekki það ekki Finnst mér að framíhald með draug? já, Já, er það? já, bara akkur ekki. It's an entity, við erum öll an entity. Var þetta sál? Sko, Það hvar veit ég er ekki. línan dregin ef þetta er, þú veist, múffa eða, þú veist, Draugur eða vélmenni, eða draumur. þú veist, Þú heldur 6 ekki miljón króna Sko, lífstúka ég eða held að þú haldir ekki framjá með dauðum hlut. Þú gera það með lifandi eða framleiðinum hlut. þannig að nú viltu segja þetta sé frá mér allt Nei, ég er að hjálpa Birki hérna. ok Ok, Þetta var bara svo steikt fokkin spurning í alveg. Nei, þetta er alveg valið spurning Já. ég var að horfa á hérna eitthvað first date eitthvað daginn já, og þar voru það var par sem var hérna, hittast í fjötaskipti og bæði voru eitthvað sérstök og on the spectrum hérna. nei, Þetta er- það var ekki það þetta voru það ekki svo sextug Dansand á Nei. línunni. bæði voru rosalega gotharar hérna sko Já, og já, já. svo allt í nú kemur upp á görnum já, ég misti meitdómun með draug Date over. Slut. Wow. Ok, þetta er steikt. Akkur erum við bara að fara með draugumræðu beint bara í kynlíf. ég veit það ekki Birki byrjaði, sko. Það var, já, varst þú ekki líka með drauga, nei, hún var að sofa hjá álfum, var það ekki? Jú, Já, það var alveg rétt. seinast sko. Alveg rétt. Þetta fyrir alltaf þangað með þig, Birkir. Hann tekir alltaf kynlíf. Það er bara, það er sama hvað, draugar, kynlíf og þú veist. ég get reyndar ég er með special talent ég get eiginlega tengt allt við kynlíf Ég veit þessi talent, en þú veist. en eitt sem ég var að hugsa náðu að gáfa já, eitt sem ég var Same að shit. ég var að pæla með þetta supernatural Já. er hérna hvað þetta er mikið munur á erlendu supernatural og íslensku Okkar eru ömuleg, sko. við erum með sko Álfa og tröll, Nei. útlönd eru með Nei, Chupacabra, sko, nei, já, Bigfoot og við erum með fullt af flottum, þú veist, djáknin á Myrká og það eru draugar. gríla er það ekki supernatural? sko við erum með drauga, tröll, álfa, jólasveina já og Jólasveina. og við erum með lagafljótsormin Já, já. Og sjálfstæðisflokkin? Wow. Viti, ég er í sjálfstæði sokkanum mínum er þessi í dag. Fucking comedic timing á því. og konaðin var að vinna í sjálfstæðisflokkum Já, ég veit. So proud. Þetta var róa gott, sko. fucking hell En já, við erum með frekar svona slaft, þú veist. Okkur draugarnir sem við erum með glámur í Grettisögu og okkur Big Shot. Djáknin á Myrká. Hann er töff, sko. Miklabæ á Sólveig sem að, þú veist, umrætt nafn. Þorgers Bóli sem er weird. Þorgeis Bóli Og Stapadraugurinn sem er sennilega svo fræðasti. Það þýðir það ekki bara að við erum bara klárari heldur en fólk er flest. Af því að við trúum ekki á þess að anskotast drauga og tröll og skessur og eitthvað. Samkvæmt öllum heiminum trúa allir á Íslandi álfa, sko. Já, það er alltaf bara bullshit, sko. Ja, algjört. En þú veist, þetta Chupacabra og Bigfoot og Yeti og eitthvað sem þú vorst að tala um. Það þýðir bara að fólk er gullible shit, sko. Nei, veist til dæmis eins og okkur eru við ekki með vampýrur hérna á Íslandi Þetta var perfect location. Það er búið allar í Bandaríkjunum. það er alltaf kalt fyrir þær hérna What? Það bókstaflega rennur ekki um blóðið, sko. En halvt árið væri þetta perfect location fyrir vampýrur. Já, ég veit Hálft árið, bara 9 mánuða 10. Já, þú veist, já. það væri bara, veist, funn til Íslands 9 mánuða 10, ég myndi 9 mánuða 12, já. I do math. I do math. Vitið origin á vampýrunum Dracula, veintalega. Ekki Vlad the Impaler. Impaler. Já, vitið okkurju hann var þetta, veist Var hann ekki eitthvað herfóringi og slátrari bara? hann var sem sagt notaði þegar hann slátraði þarna einhverjum 10.000 manns Bara.
aðeins og stakk þau á pinna þín peiler gegn rassinn út munnin bara og allavega hann Hvernig ætlar að tengja þetta kynlífi? Innum rassinn Nei, og hann fekk sér morgumat mjög oft þegar menn voru að deyja þeir eru með prikið upp í rassinum og síga mjög hægt og öskrandi hann fæ sér morgumat þarna á mótnana og að heyra á öskra og væla og dýfa brauðinu sinni í blóðið og að borða þannig byrjaði þetta en hann fekk að komast upp með þetta út af því að páfinn hélt vendarhendi yfir hann Helvits páfinn pældi því shit trúin maður tengið þetta saman þetta með en ég skil ekki okkur við erum ekki með vampýrur það er the cool shit ever Hefur þið séð Twilight? Já út af því að við erum í jólasveinuna Þau eru með glitter Já, við erum í jólasveinuna Þeir eru alveg cool við erum ekki heldur með varúlfa hvað það væri líka töff Vissir að þeir koma frá Gríklandi eða sagan frá Gríklandi af öllum Ég vissi það ekki það var alveg svona, það kom mér óvart þegar ég var að skoða þetta en það sem sko fellur undir Supernatural eru geimverur líka True Trúið þið á geimverur? að sjálfsögðu The truth is out við getum ekki verið svo þröngsinir að í öllum þessum svarthóli sem við búum í að það sé ekki líf eitthvað staðar út í kosmosinu Við værum fucked ef við búum í svarthóli sko Já, ég menn Figure of speech Herri, skál Skál hérna. En þú veist, jú ég vil trúa að sé eitthvað annað á lífi annað einhver staðar úti Ég vil ekki endilega trúa því að við einhvern mann hittum þetta eða eitthvað skilur við Ég trúi frekar að þetta sé bara einhverju litli hlutir frekar en bara einhverja fullmótaða verur Já, það er með það sem ég dreg svolítið sko, það getur, ég er ekki að útiloka það eins og ég er að útiloka það sér til draugar og skessur en ég er ekki að útiloka það sér til geimverur eða vitibornar geimverur það er það sem þú ert að tala það er að það eru til kannski einhverju gerlar eitthvað staðar og Mars eða eitthvað sem myndu flokkað sem geimverur en gæsalappa en vitibornar geimverur sem eru kannski þróaðari heldur við og ferðast á milli sólkerfa eða eitthvað svoleiðis það gæti alveg verið en ég 100% nei en það er að hafa komið hingað og sé að búa til eitthvað kroppsálkur og svo hafa byggt píramítana sko. og próba fólk hérna Já, einhver prófa fólk það er why sko. Þú getur ferðast hraðarinn sólinn og tíminn og allt saman þú kemur hingað til að stinga okkur upp í rassin á okkur bónda í Norður Karolínu Talandi hérna geimverur og svona eitt skipti þá vorum við þegar við í gamla dag, segjum að gamla dag fyrir 19 árum fyrir 19 árum vorum við á Flass og út af stöðinni Flass út af stöðinni Flass ég veist að enginn viti hvað Flass er í dag til í dag og við hringdum eða veist, þú hringdir við letum þig hringja í einhvern og segja að þú værir hérna varst þetta þessi? Magnús, og ég að segja nafnið hans Nei okkur ekki að því ég flett upp greinunum daginn við viljum ekki tala Er hann þá á lífi og live and kicking? Já, hann er bara búin að gera ýmislegt síðan við töluðum við hann ok allan þá sagður þetta að hérna hringdir Já. og lést vita og þú varst hérna þú varst að keyra yfir Helliseiði og það drapst á bílniðinum og varst að búin að vera að drekka og síðan vaknaður nakin með bílbeltið og í rassinum og Já. Getur ekki gert þetta aftur? Hann gleypti þetta allt sko. Hann ætlaði ekki að hleypa mér af línunni Þetta var næstu í klukkutíma símareikur sko. Það var allt brjálað, já Er hægt að hringja? Bara svona sidetrack Ég held að hans var ekki Nei, veist, er hægt að hringja í eitthvað svona núna? Ég held að fólk, sko, ég veit ekki hvort þetta myndi gangan í dag, sko. Ég held að myndi ekki gangi í dag. Það myndi enginn eldi kaupa þetta í dag, sko. En þetta var, ég sé svo eftir að eigi ekki þetta símtala ennþá, þetta bara, þú veist, ég veit ekki, það fór einhverjum hörðundiski á mér. Getur hringt í sjálfshjálp eða eitthvað? Sjálfshjálp? Já, eða eitthvað. Tökum ekki tíma þeirra. Er þú ekki með að spýta það? Hringin mæðrahjálp eða eitthvað bara Ég vaknaði aftur eftir 19 ára. Ég held að getum ekki endurtekið þetta símareik en episkur var hann.
maðurinn gleifti við öllu þessi Davíð sagði Óskarsverðlaun hann var farin að hjálpa þig líka að fylla upp í eyður hvað gemur þetta að gera við þig hann ætlaði að senda mér framliðina lækna og eitthvað til þess að hjálpa mér af því að ég vildi ekki fá alveg aðstoð hann var alltaf að fá mig til sín þetta var sem sagt formaður Nei, ég held að hann var að vera of gamall hann var á þessum tíma þessi maður var á þessum tíma formaður áhuga fólk sem fljúandi furðulindi á Íslandi Sálarrannsóknarfélagi hann var líka formaður þar En getum við ekki hringt aftur í bróðin? Nei En trúið þið að það var hérna geimvera sem hafi lent á Roswell, nú Mexiko Nei þar, ég verði ekki ég er alveg 50-50 þar því að það er búið að breyta sér svo mikla sögu sko sumir sem hafa unnið hann að segja þér hafa séð eitthvað sitt sko veist, svona, það eru svo ógeðslega marga vísbendingar frá svo ógeðslega mörgum fyrrandi starfsmönnum sem hafa verið bundnir þagnareiðin samt ákveða brótan og hafa kannski ekkit endilega eitthvað á því að græða sko. Og líka það, þegar þeir segðu já, þetta er bara geimvera síðan allt í hennu bara nei, þetta var ekki geimvera þetta var hérna svona loftbelgur veður loftbelgur bara, ok, það er einhver búin að tala við þig að hafa breytt bara þetta það var svona sko, hvort það hafi verið þú veist, maður veit ekki hvort það var geimvera í skipi var það kannski loftsteinn með eitthvað svona alive germs entities eitthvað sitt, þú veist, maður veit það ekki hvað með að taka þetta einu skrifu lengra og því að ég er umlað hér alltaf þess að sögu líka hvað með ef að þeir CIA og hérna og Area 51 og allir þessi staðir í Mexiko út allt, þeir eru að vísvitandi lauma þessu út til þess að fela eitthvað annars staðar það getur líka alveg af því að Area 51 er til þessi staður er til og það er alveg opinbert og þangað fara allir sem að vilja forræðast þetta já, en það er náttúrulega bara girt af og þú kemst ekkit inn á svæðið en þú getur alveg skoðað á Google Maps og eitthvað að hérna, þetta svæðið til hvað ef þeir eru að beina athyglinni hingað þetta er bara svona eins og hérna söngvarjökagæð bara hei, horfðu hérna vinstri hendina mína og meðan ég er að taka veski úr hægri hendi með hægri hendin skilur já, það getur verið ég hef alveg hert svoleiðu sögu líka sko. Svo en miða við follow the money já en öll tæknin í dag til dæmis með allar síman og svona það er fullt af vídjum sem eru með gemurum og allt þetta en maður getur ekki trúan einu akkur er þetta alltaf blurry það er allir konum með fucking 4K myndavélar það er reyndar ok, ég skal reyndar hérna slaufa því með bara öryggismyndavéla upptökur en akkur er það bara þær sem að ná öllu þessu nei, ég er bara að tala þegar þú sér þú veist, þekkir einhver þennan mann hann reyndi banka og þetta er bara eins og þetta hafi verið tekið 1970 sko þarna eru fyrirtæki að spara sko, við vorum að taka upp kamerur í vinnunni á mér og það eru bara hátíð góða sko en þú veist, þarna eru fyrirtæki bara að spara og þetta ekki sem bara hætta því já, nákvæmlega en ég er samt með theory með gemuruna sem allir sjá hann kemur skip og síðan er það farið ég er með theory að þetta eru við í framtíðinni að skoða það er keypt hérna bara miði bara í framtíðinni segjum eftir 1000 ár, 3000 ár eða eitthvað sjáðu París að ofan 1999 já og síðan er bara, kemur fer aftur í tíman og þú mátt ekki koma við neitt eða sjá neitt og síðan tilbaka það geta alveg verið hversu mikið væri þú til að borga nei, ok, við verðum farin aftur tilbaka ferðinni tekur 2 sekundur how much? Er þetta bara Disney World eða eitthvað svo leiðis? Þú fer í rússipanna eitthvað svona Rússipanna? Já, hvað mennur þið? Já, þú fer í rússipanna hann heitir Bani, hann banar þér Rússipani Þetta er þetta góð pæling Hvað meinar þið? það er Pani Hæ? þú veist P en ekki B Já, rússipanni Gerðu þetta mígra þetta er þetta góð pæling sko Rússipanni en þetta er náttúrulega bara orðið svolítið sjúskað út af því að það er búið að búið til stereotypu af geimverum sem er svona dropalag á höfuð með stórum en það gæti verið við eftir 3000 ár Evolution man það eru öll alveg eins þá en það er ekki hægt að neita því að það er eitthvað líf hversu smátt eða hversu stórt það er eitthvað staðar fyrir utan okkar vetrarbraut lítur að vera ok
Eða innan ef við tökum geimveruna burt, voru til einhyrningar? Nei. Það er alveg bara nei. Það trúir ekki á neitt. Það er svo auðrekjanlegt að það voru aldrei til einhyrningar. Ok, en hvað með þá Ertu að segja mér að Þetta var bara einn vanskapaður hestur. Ertu að segja mér að nasýrningur hefur ekki farið upp á hest? Já. Ok. Nokkuð örgulega, hann hefur drepið hestin. Frekar hestur upp á nasýrning. Já, ok. Eða hvað heitir það, svona narwhal náhyrningur eða eitthvað svo leis. Kannski mögulega. Nákvalur. Ok. Hvað? Það þú alveg. Ef ég hef ekki séð það, þá trúi ég ekki á það, punktur. Ok. Hefur þú séð súrefni? Já. Hefur þú séð þyngdaraflið? Já. Hefur þú séð sálir? Já. Þetta er allt Sálans og Jónsmíns. Ég sé það. Þetta er allt supernatural shit. Við erum komin Tekin. Dísa, þið eru svo fucking klikkaður maður. Shit, sko. En hvað með þá, voru hafmeyr hérna í kringum okkur? Ísland? Nei. Það er Hvað? Nei. Nei. Voru þá hafmeyr í kringum Bandaríkina? Pottit ekki? Ég er að spyrja ykkur, og var eitthvað mythical? Nei. Ekki. Sko, Davíð, sorry, við erum að skemma þetta. Birkir hérna bútið þátt í þetta? Nei, veist, út af því að það eru sögur veist, hjá sjómunum að það voru hafmeyr allan heim. Hversu Ég er að spyrja það. Hversu mikið heldur að sjómenn hafi drukkið og reykt í tíðina? og verið með skörfi og alls konar sjúkdóma. Alls konar sjúkdóma. En okkur er þá ekki neinar sögur hafmeyr hérna? Því það var ekki nógu gott ópina brennivinn. Það var mjög mikið kókan allan í 70s, sko. Ég hef reynd að segja eina hafmeyju. Var nú lítil og í Danmörku? Í Danmörku. Oh my lord, sko. Börjambam. Shit. Nei, þú veist, af hverju, hvernig verða hafmeyði til? Af hverju var ekki neinir hafmenn þá? Af hverju aldrei til hafmenn? Ég skal svara Voru þeir bara botninum bara fullir eða? Nei, þetta var af því að allir sjómennir voru fullir kallar Horny guys. grafir af því að þeir eru ekki séð kvenmann í 6 mánuði. Boom. Þannig að þeir fóru bara að sjá eitthvað þorska út í sjó og bara eitthvað, kannski myndi eitthvað. Þú veist, Komum með eitthvað blæti fyrir þessum fiski. já. Hvernig heldur að vorði smokkfiskur hafa verið til? Ok. Herru, næsta mál á dagskrá. Zombies. Er þetta bara fólk með hettusótt? Zombies? Ég var að taka sopa Með hettusótt? Nei, ég veit ekki, bara fyrst með datt í af öllum sjúkdómum. Nei, þú veist, zombies, er þetta, is it a thing? Ég veit að Birkir er mikil zombie fan, sko. Ég er mjög mikil zombie fan, en zombies, sko, í gamla dag, þá var mjög mikið notað, sko, stóra steina eða, veist, ofan á kistunar, svo það myndi ekki, veist, vera uppvegningur, hvort það var vampírur eða zombie. Var ekki nóg að grafa þetta bara 5 metra niður í jörðina? Nei, já, okay. eða í Egyptalandi, það var allt lokað og tjarfað og Innibleið tekin úr og allt saman. Já. Til dæmis eins og í Englandi, og mjög mikið í Englandi, þá var settur, sko, á zombium var settur stórsteinn upp í líkið. Kinky. Já, alveg bara, veist, brotið hérna Gómurinn. Kjálkinn. Já. Ekki gómurinn. Ok, whatever. Kjálkinn. Og settur hérna steinin í, og á vampýrum þá var stika sett í hjarta. Og síðan var steinn settur ofan á eða búr, svo það myndi aldrei geta komist upp úr. Þetta var mjög mikið Paranoia lið maður. Já. En þetta var mjög mikið á þessum tíma. Ég reyndar alveg heyrt þetta, það var alveg, þú veist, steiftar grafir og ég veit ekki hvað, bara helt sementi ofan í og ofan í. Það bara, út af því að einhver var með einhverja veiki en það hafa náttúrulega verið uppvakningar til fólk sem hefur dáið og í jarðarförinni hefur það vaknað í jarðarförinni sinni. Já, en það var ekki sko, þau bara hrukku upp aftur. já dáið eða eitthvað. þá voru því augljóslega ekki alveg dáin, sko.
Segðu Af því að þeim það, vatnið sko, hjartað hrekkur ekkert bara aftur í gang viku seinna sko. Þú veist Þetta En það er samt til, ég er búin að vera síðan byrjar að tala um þetta, ég held að þið undirbúða það er til eitthvað fyrir svona 2 sekúndur síðan þú varst búin að tala um þetta. Nei, ég nefnilega þetta rifjaði upp fyrir mig þegar þú varst að tala um uppvakninga það er, ég man ekki hvort það var einhver lirfa eða einhver fjandinn sem að drepur hvort það voru mís eða rottur eða eitthvað og tekur yfir stjórn á dýrinu og dýrið þarf að haga sér ógeðslega, hefur þið hægt um þetta? Heitir Ratatouille? Já, nei Nei, þetta eru livrur sem fara Lirfur Já, Hvað sagði ég? Livrur þetta er fullt af livrum. Lirfur Livrum Carry on Ok, hann gerir sitt besta Ok, Ekki láta mig segja kjúklingur Þetta og sagði kjúklingur, þetta var fínt Er það? Já, Með té, kjúklingur látið þér Ok, takk Ok The fuck Hvert eru við að fara með þetta, maður? Zombies Já, ok En þessi livra Lirfa What? Ég sagði þetta mákvæða sama því What the fuck? Gerðu það eins og enn Livra Nei Skiptu F-inu og R-inu Ha? Livra R-in kemur á undan L-I-R Lirfa Lirfa Já, Hey Get food Ekki sátur Já, þessi lirfa Já Þetta djöð tókuðu mig út af það Sorry Jesus Christ Já, þetta heitir zombie livran Já, ok já, flott. Já, ok, greit. Livran Það er einhver annar segja eitthvað sko Nei, en já, ok You say words now En þú, Birgir, þú hefur heyrt þetta á þess að Já, ég Já, og þetta er a Þetta er real zombie thing livra Var þetta ekki rétt? Var þetta ekki rétt? Var þetta ekki rétt? Þú vandar þessu mikið Var þetta ekki rétt? Oh my lord Það er fucking heitir þinni allt í einu. Vá maður Já, þessi zombie lirfa Já, þetta er í rauninni bara sagan en já, það er a real thing Er sagan zombie lirfan Já, nei, hún sem sagt hvernig var þetta þér? Þetta var hvort að lirfan fer í mús eða rottu eða eitthvað og hún Reyndar gerir rottuna kakkalaki? Nei, þetta eru mís eða rottur sem ég heyrði en þetta er lirfan vill í rauninni komast í kött hún lifir best þar þannig að hún fer í mús eða rottu gerir hana geðvegt svona geðsjúka þannig að hún verður svona Hún döið nei, hún verður ekki hræddur neitt þannig að rottan fer bara tekur alls konar áhættur og ég veit ekki hvað og hvað Nei, þannig að endar á ég er því að- að kötturinn étur músina Ég er að hugsa um annað það sem er sko Þetta er eiginlega svona sveppalifra eða eitthvað ok, já Shut the fuck up Allána og hérna veist, dýrið er dáið og hún er að stjórna hún er bara föst hérna í hausnum og hún er að stjórna veist kakkalaknum og það var Exals þáttur og það ekki Nei, þú varst að horfa hérna þáttin hérna með hérna Petr Pascal hérna Nei Betur skall. Það var Ok, þetta ok. sem að sveppur tekur yfir heim Ok, anyway Jólasveinar úr zombies yfir í jólasveina Ok veist, hérna á Íslandi með þessa gömlu jólasveina veist, okkur er komið jólasveinarnir hérna á Ísland finnst mér mjög athyglisvert Þeir eru íslenskir veist, þeir eru 13 veist, þetta eru einhverju 13 mömmustrákar sem eru upp í fjalli Já. og með einhvern risakött þarna Pabbi minn átti 10 sískinni, þetta er ekkert mjög ólíklegt já á þeim tíma What? Já, pabbi á 10 sískinni eða átti 10 sískinni En ertu með uppruna sögunar? Nei, ég reyndar ekki 1, 2 og Anna Vel gert Takk, skál Herri Kling, 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 skál Herru, við erum komin í jólasveina og við tókum hérna pissu drikkjupásu Já. hver er að drekka piss?
Ef ég horfi Pissu drikkjar pásu Ef ég horfi Pissu drikja pásu hérna Ef ég horfi yfir þetta herbyggja, þá finnst mér þú líklegastur. Pissu drikkjar pásu Daði. Þú átt þeim í sveitinni, ef einhver er að þið þarf þú. Ég var ekki búin að hugsa Davíð er í sveitinni, sko, þú veist, þetta er bara eðlilegu þriðjudagur í honum að drekka piss. Fucking hell. Fólk er bara hvað er Sick. Þannig að eðlilega Davíð góð innkomi. Herri, ok. Ég gat ekki látið þetta fara. Herri, jólasinnar. Já. Þannig er einn. Halló, það er hennar. Veist, okkur var þetta gert hérna á Íslandi. Hræða bönnin, láta það haga sér. Þegar annars kemur gríla og tekur í þig og jólakötturinn. Ok, veist, smá sidetrack já. Sko, ég veit upp á hár að draugasögur voru sagðar til krakka í gamla daga út af því að svo krakkandi myndi ekki fara út á næturnar. Það er náttúrulega engin ljós eða neitt svoleiðis og hræðaði til að vera inni. Ok. Og þetta er náttúrulega veist, það sama Hræðaði að vera góður kring jólin. Já. Er þetta ekki bara andlegt óðbeldi? Já, herri Skaslýsa börnin. Ég meina, við í dag segjum að það er ekki að fá kartöflu í skóin, það er nú að hæga betur en þetta. Og sömulegis með að fá ný föt, fá mjúka pakka. Annars kemur kötturinn og tekur Fer ekki í jólaköttin, sko. Mjúki pakkar sökka. Nei. Jú, en þetta einn í dag finnst mér þetta. Eftir því sem ég eldist, þá finnst ég alveg meira til í mjúka pakka, sko. Já, þú veist, mig vantar alltaf nærjur. Við viljum ekki heyra þessa múfur þínar, sko. Nei, nákvæmlega. Það eru mjög harðar. En það er þú sem átt að vera harður. Oh my god, got that backwards. Herðu, ok. Eitthvað meira jólasinna, þetta fór alveg í vaskinn, sko. Nei, mér finnst bara áhugavert hvernig þetta er búið að haldast í gegnum öll árin. Já. Og hvað það er skemmtilegt að halda upp þessari hefð. Já, ég held að þetta haldi áfram af því að þó þetta sé basically andleg misnotkun sem er að vissileiti, þá, þú veist, maður elst upp þetta og maður á samt góða minningar af því að maður fær í skóin. Þú veist, þó maður fá kartöflu í skóin einu sinni, það skólast út á bakuð öll hinskipti sem maður fyrst eitthvað sniðið. Og hitta jólasveinin í IKEA og eitthvað svona. Og maður vill láta börni sín upplifa þetta líka. Já. Þannig að þetta fyrir bara generation to generation. Ég veist. Þú veist, börnin mín til dæmis sko 17 og 13 og þau eru ennþá að fá í skóin frá Kertasníki. Já. Það seinasti að svipa, elsta mín er að vera ef hún var að fermast, en já, það er svo mér hef, sko. Eitthvað meira jólasveina? Þeir náttúrulega eru orðnir rosalega amerískir, þó að við séum ennþá með þessa íslensku jólasveina, þá eru þeir orðnir svakalega amerískir með að við hvernig þeir voru komnir í rosa rauða galla. Já, og orðnir voða svona jolly, sko. Veistu þú hvernig hann er rauðum galla? Svört, veist, með svart belti? Pepsi, nei, Coke segi Coca-Cola. Coca-Cola bjó hann til. Svoleiðis. Já, þessa útgáfu. Já, þessa útgáfu. Þeir eiga engaréttin á honum. Þetta er vel gert, þetta er góð markastild. Bara virkilega vel að vinna fyrir laununum sínum, sko. En er þetta ekki rétt munið hjá mér að jólasveinninn kom fyrst var fundin upp í Finnlandi? Jú, það talaði það var talað um það. Og síðan bara hefur þetta dreifst yfir heimsbyggðina? Já. Og mér finnst þetta svo Þessu vittlausur bandarísk börn þessi einn jólasveinn. Suckers. Þeir út allar heim á einni nótu. Við höfum 13. We got a team. Nákvæmlega. Við erum með handboltalið. What the fuck, sko. Oh my god. Herðu, svo verðum við með dreka, trúið dreka. Voru einhvern veginn til dreka. Trúið á dreka. Það eru tildrekar. Já, þú veist, Komodo drega, en þú veist, hann flýgur ekki, hann spúir ekki eldi. Nei. Eðla. Já, hann er eðlega sem að étur kjöt. Þetta heitir dreki. Já. Ég sá hann þetta, ég sá svona í dýragarðum í London eins og mér, það geggja, sko. Það er mjög sætt. Þau myndi éta það á núleik, sko. Veitir hvernig þeir veiða? Já, með eitur í munnvatninu. Býta, síðan lappa á eftir dýrunni í 3 daga. Býða bara. Lappa eftir því. Dýrið svona, veist, byrjar svona að rotnað innan. Damn. Og síðan er það dáið og það bara ég byrja að geta. Já, þeir eru geggjaðir, sko. Evil. Cold-blooded, maður. Já. Þetta er töff dýr. En þú veist, en dreikið sér spúri eldi og þú veist, Game of Thrones eitthvað. Nei. Var það einhvern mann til? Nei. Hvernig fæðist svona saga? Nákvæmlega. Var einhver bara
Var þetta bara Astrid Lindgren sinn tíma á toppnum? Nei, sko, ég held að einhver hafi séð þú veist, eitthvað Gæðu góða búið til sögur Tolkien Góða búið til sögur Já. Nákvæmlega Tolkien. Nei, sko, ég ætla að Emily segja Kattolti var ekki til, hate to break it to you En já, Hvernig veist þú það? að því við komum í Kattolti og það var engin Emil þar ábyggilega eitthvað tímann verið Emil sem að hefur átt heim í einhverju kattholti eitthvað starf í Európa Ég kom í Kattolti í Svíþjóð What the fuck you talking about? Þröstu fór inn eitthvað Ég ætla bara segja bara eins og allir hlustendur hvað er það að tala Ég veit það ekki Alla þætti, ég veit ekkert hvað erum að tala það fokkar fóruði með þetta Það er bara einhver norsari skástrík svíi hérna vaknaði þresti í gula bólnum sínum og bara, þú veist, ég veit að gaman en what the fuck you talking about Dreka Drekar Það er hvað varst að segja, ég misti taktin Já, sko, ég alveg vissi það. Ok, þið munið allir að farið í svona leik þar sem allir voru í hring og kvísla einhverju sögu í eyrað á næsta manni og hann að kvísla sögunni áfram Þannig, eða setning eða eitthvað Þannig verða allar þessar sögur til Alveg þangur til Snorri Sturluson fór að skrifa eitthvað drast niður Já, nákvæmlega, þangur til við fórum að skrifa eitthvað niður Þannig verða allar þessar sögur til hvort sem það sé Yeti eða Bigfoot eða drekar Biblían Jesú eða eitthvað ég ætla ekki að segja restur norðinu Já, ég veit hvað já, ok Kóbókin Við ætlum ekki að fara náttúrulega En hérna, já, þannig verða allar þessar sögur til Og Er það tala Kóraninn? Birkir segja þetta Bara, sko Ég þú var ekki að segja þetta Drekar Þannig að, já, einhver hefur eitthvað tímaðan séð ánamaðk eða eitthvað sem var óvenju stór eða, þú veist, fisk eða what the fuck ever og hann segir, hei, svona rísastóran orm og svo komir hann bara, já, sá einu sinni bara sjúklega stóran orm og svo allir orðin eldspúðandi dreki Ég sá rosastóran orm sem gætt flóið og spúði eldi Já, nákvæmlega, þannig enda sögurnar Þú veist, þá gæti eitthvað bara eitthvað, holy fuck, það er kannski við þess virði að rita þetta niður og eina blaðið sem er til hérna í 1000 ferkilometra svæði Ok, relax Endam Ok En þú veist eins og Bigfoot eða snjómaðan óeilegi haldið það eitthvað svona þengsi til Það var náttúrulega til api sem Gekk upp reytur Já, sem var ógæðislega stór á sínum tíma og þú getur kallað eitthvað dýr þar sem þú vilt ef þetta er api og hann getur, veist hann, rosa stór hann getur alveg verið Bigfoot þetta er bara hvað þú túlkar hlutina En snjómaðan óeilegi, er þetta bara íspjörn á villu stað? Nei, þá ertu komin aftur í sama dæmi sko. eins og Ísland og Jólasvenna tröll sem búið upp í fjöllunum og þetta getur verið Yetiinn sem býr upp í snæfi þáttum í fjöllum En ég held samt að Bigfoot hafi alveg verið til sko. En það hafi verið api Já, þá er þetta veist, einn af þeim stærri öpunum sem hafa En hvar þá? Bandaríkjanum það sem að sést alltaf Í Bandaríkjanum það sem að sést alltaf þar sem engir apar eru innfættir það vill enginn vera hérna á Íslandi það er bara þeir eru ekki hér sko Nei, út af því að það er ekki hægt að lifa hérna en þú veist, með Bigfoot það er til svo marga sögur það er til þessi klassíski í Bandaríkjanum svo til einn í Kanada, þetta er einn í Ástralíu þetta er einn í Indlandi heitir allt eitthvað sikkort en allt svona loði stórt kannski hann bara með vegabrif En náttúrulega bírnir geta verið rísa og það geta komið afbrigða björnum sem eru bara humongous og geta lappað á afturfótunum, nákvæmlega skjör með vegabrif Síðan er alltaf til svo, abarnir þegar þeir eru orðnir albanín Albanino Abarnir eru frá Albaníu þeir eru Albanino Albanínos Hvað á maður að segja Þetta var gott Abbar þeir eru albinóar þá eru þeir hérna The Yeti Já, okay. Þetta er svo miklu auðveldra þegar það er bara ég og þú og það er enginn að benda á hvað ég er að tala ég er aðeins meira næs við en þeir þegar við erum bara tveir og við erum að tala svona, þá er ég leið leið og þið komið
og ég segi eitthvað smá vitlaust og þá er bara hlegið. Já, þetta er alltaf leið Birkir, það er fullt af lifurum í Albanínu Shit, hvað ég svitnaði. Já. Shit. Já, ok en þú veist, er eitthvað meira þú veist, eru þið með eitthvað meira á listanum þú veist, ég er með Chupacabra sem ég veit reyndar ekkert þetta er bara eitthvað lítið eitthvað. Já, ég er með Succubus Succubus. Hvað er þetta sko? Succubus er hérna hvað heitir þetta? Hérna Tálkvendið Davíð er fyrst núna að taka upp blaðið sitt. Þið eru bara búin að vera bara Ég er bara búin að vera með þetta hérna til að fara yfir og kottu með það. Nei, Þröstur, hann er með Succubus, hvað hérna? Já, þetta er sem sé djöfullega yfirnáttúrulega vera í þjóðsögum Já. Og þetta heitir hún Succubus. Og gerir nákvæmlega það sem þú heldur, sko. og þetta sem sé þetta dýr á það til að birtast í draumum til að tæla kallmenn venjulega með kynferðislegum athöfnum og samkvæmt þessum trúhefðum kringum Succubus þá þurfa það er sæði til að lifa af og síðan til kallkyns útgáfa af Succubus sem heitir Incubus Eins og hljómsveitin. eins og hljómsveitin Gott band. Já. Þetta er alltaf mjög skemmtilegt sko. Já. Ég á hvað kynna mér það þegar við séð John Wick. Já. Baba Yaga. Hafið þið eitthvað kynnt ykkur þetta? Boogeyman. Þetta er svona slavneski eða alveg svona rússneski svona boogie woman í rauninni sko. En þetta er svona grílan þeirra. Má segja, þetta er svona að því vorum að tala jólasveina áðan þá er þetta svolítið svona grílan og hérna er talað með rosa þú veist að þeir sko þetta snýst alltaf svona miklu pervertar þarna Nei, það eru allir pervertar á staðar en nei, þeir voru að tala sérstaklega hvað hún hefði hræðilega svona hvernig var þetta orðað svona horrifying, terrifying eitthvað sem sagt hérna nose eða nef en líka brjóst, rass og volva eða vagina skvísa Já, skvísa Vita. og ég bara Hvað? ekki kalla þetta skvísu Hvað meinar þið? Þú ert að skemma þetta orð sko alveg En þarna kemur inn á skemmtilega punkt af við út af því að sko, nú er Succubus búin að vera þetta var sko djöfull og viðbjóður hérna í gamla daga en í dag, nútíma hugtökum þá er Succubus eitthvað bara djöfull sem getur breytt sér eitthvað gullfallegt fyrirbæri og tælt menn og yndislegt en Baba Yaga aftur á móti er búin að halda sínu formi svolítið sterkara sem eitthvað hryllilegt fyrirbæri Já, hún er alltaf grílan Succubus Já En hún er alltaf grílan sko Succubus Það er alltaf gott þegar þú þetta útskýra brandaraðin. Ég er of þróað fyrir ykkur Oh god Succubus. Já, það var hérna svo eitt annað þetta er nú bara stuð sem ég datt inn í smá svona rabbit hole hérna Kanínur Já, kanínur, eru þær til? Lýsa í undran Nei, hérna skollabuxur eða nábuxur, vitið þið hvað þetta er? Þetta er íslenskt Skollabuxur. Já. Biti, lefur að geta. Nábuxur eða skollabuxur Byrkja Ætlar að skjóta? Byrkja að geta, þetta er áhugavert Skollabuxur eru hérna nærföt þegar þú ert búin að brunda of mikið í og það eru of harðar. Spot on Þetta var hárrétt en samt rosa vittlust Það er bara alveg alls ekki Það er ekki skollabuxur. Þessi þáttur er að fara að vera PG sko Þetta til dæmis til sínis á þjóðminjasafninu Já, Skollabuxur já Og Þetta er það supernatural? Sko, já, þetta eru galdra íslenskir galdrar sem að fólk gerði og actually gerði hérna árum áður, eða öldum áður það sem þú þarft að gera er að taka dauðan mann skera hann sem sagt í belgin eða í magan og flá allt skinnið niður og búa til buxur úr húðin hans sem sagt frá mitti og niður úr þannig að þú ert að flá mannin í heilulagi Okkurju? svo þarfst að klæða þig í þessar buxur búa til vasa eitthvað staðar á þessar innan gæsalappa buxur úr skinni af dauðum manni Ég myndi allan tíma að gera vasa úr púnum Nei, þjóðsagan segir að þú átt að setja þitt junk í skinnjunkið Og hvað á þetta að gera? Þar setur þú síðan pening ef þú setur 1 pening og fer svo aftur þá er alltaf komin 2 peningar
og þá getur þú tekið 1 peningin úr og þá verða aftur til 2 peningar þannig að þú ert komið með óendanlegan pening en þú mátt aldrei taka báða peningana upp úr þú mátt alltaf bara taka úr 1 þannig að það verða alltaf 1 eftir og þannig áttu endanlega svo pening Og að fólk bara gera þetta Já, þetta var ekki algengt en þetta var tíðkaðist sem íslenskir galdrar Ef við værum hérna og Davíð væri búin að deyja og við eitthvað bara herru, við skulum hérna okkur vantur peningstrákar You need some beer money Já, ég skal Mér fannst draugar og gemurur og eitthvað allt annað miklu meira spennandi skollabúsir Við erum að enda þetta á svona download Ef við ætlum að enda þetta á góðu nótum þá fekk ég e-mail í ger frá Daða Ég fekk e-mail í ger Ég verð að hætta að senda þessi fake e-mail og Daðabókin Daði var alveg please ekki segja þetta í þættinum var e-mailinu ég kalli nei, ekkert málkallið minn hann please blikkall please ekki gera ég alveg nei ok og hérna Hvað var ég að gera? og hérna Daði náttúrulega klippir hann þáttur og hann er búin að klippa hann mjög mikið og cue the music ok Dagbók Daða Kæra dagbók Það er langt síðan ég skrifaði til þín seinast blikkall Ég er búin að vera edrú í viku Er það djóka? Svo ég hef ekkert að segja þér En núna halló broskall með svona róð í kinnum Bjór er búin að koma upp í mig í allt kvöld Hann er svo duglegur að tæma sig Ég er búin að vera duglegur að kyngja Ég var að segja þér Ég var að segja Lindamál Ég ætla að kjósa Ástór Magnússon sem er minn forseti Hann er bara með svo góðar hugmyndir Ég tengi bara eitthvað svo við hann Ég ætlaði að kjósa Ásdísi Rán en hún getur verið varaforseti minn Hún er með varirnar í það Ég verð að fara þangað til næst XOXO Ég er svo grínlust að segja við hann dag ég er bara ekki drekkið í viku eins og það sé einhver árangur í hljóma sem þýrur alveg Hún er með varirnar í það Vá Við segjum bara En það ekki bara komið í bili Ég held ég bara komið I got no words Ég er bara ekkert með Takk fyrir komin að stráka Takk fyrir komin að stráka Bye